Hæ, ég ætla að sýna ykkur mjög auðvelt glimmerlúk. Er það ekki gaman? Nú bara hættum við þessu venjulegu lúkum og förum bara í glimmer og litakleði. Það er sumar og við nennum ekki þessu rugli. Nú bara málum við okkur. Mér finnst ég allavega ekki að nota glimmer svo lengi að ég verða eiginlega að gera það núna. Ég ætla að nota bara eina palettu frá Sleek og svo Special og ég ætla bara að nota möttulitina. Þetta er ekki cut crease förðun, bara því að ég nenni ekki að gera svoleiðis. En þetta er svona, ég maður svo mikið á bólu. Já, þetta er svona hálfgerð cut crease, nema að ég ger ekki þessa mega vinnu sem það er að vera með cut crease. Heldur bara að gera skikinguna og svo setja ég glimmerið. Og þá er þetta sikkur parturinn hvort þið er, bara ekki þessi mega beina cut crease, þið skiljið. Byrjum á augnskuggaprimer frá Milani sem fæst inn á haustver.is. Setja þetta yfir allt og smá svona undir. Og ég vona að þið prófið að gera þessa förðun ef þið fílið glimmer, af því að þetta er mjög auðvelt förðun. Ég er búin að gera hana nokkur sinnum á sjálfa mig að mér langar að vera með glimmer. Og það er þetta að gera með hvaða glimmeri sem er. En ég ætla að nota Jingle Bells jólaglimmerið af því að það er bara svo fallegt. Og ég á það ennþá til, þannig ég fæ ekki samviskupið að nota það því að þið getið ennþá keypt það. En ég held ég ekki mörg eftir, þannig að ég veit ekki hvort ég fá það nokkuð tímann aftur. Ég mæli með því að þið kaupið ykkur svona, af því ég meina þetta er mitt reyndar tæmdist aðeins, af því að ég skrúaði eitthvað illa á eða eitthvað og það bara lag í töskunum mína. Þetta er svona dolla, kostar 1990 krónur og endist ykkur út ævina. Þið þurfið aldrei að kaupa sama glimmerið tvisvar. Ég er ekki að sjá það að gerast. Fyrsta lagi nota maður þetta ekkert brjálæðislega oft. Og í öðru lagi notum maður svo lítið í einu. Það sem ég ætla að gera með möttulitunum sem ég sýndi ykkur, ég tek tvenns konar blöndunabursta. Þessi er aðeins stífari en þessi, af því þessi er aðeins fettari. Ég set litin í þennan, ég blanda saman báðu brúnu litunum og ég ætla að setja þetta í crease. Það sem ég ætla að hafa skikinguna. Og ég ætla bara að sýna ykkur mjög vel hvar ég ætla að hafa hana. Og mér langar að hafa hana svolítið dökka. Þannig ég bæti svarta við það eftir. Hér ætla ég að hafa hana. Svo tek ég míkribustan og vinn hana út allt. Og inn og upp og út og eyðiskilum og svona. Og það er allt í lagi þó að þetta liturinn, augnskuginn fari niður á augnlokið. En ég ætla samt ekki að planta litnum á augnlokið. Ég ætla bara að vinna hann svona. Og þið munið, ef þið gerið eitthvað eftir vídeóunum mínum, þá langar mér mjög mikið að sjá það. Annarkvort að senda mér það á Snapchat eða hashtagga það á Instagram. Það er best fyrir mig að sjá það svoleiðis. Það would be wonderful. Hvernig finnst ykkur ég að vera blondína? Ég var nú held í blondína í allra fyrsta vídeónu sem ég gerði. Inn í eldhúsi hjá mér, það var mjög vandræðaleg uppsetning. Svo tek ég svona bursta sem heitir Round Contour. Þannig aðeins þykkri en bullet crease bustarnir, pensilbustarnir. Og tek sömu brúnu litina og set þá undir. Já, ég mæli ekki með því að strjúka bustarnum yfir augað á okkur, það getur svolítið óþægilegt. Ég ætla að bæta aðeins í þessa brúnu liti. Svo ætla ég bara að bæta við svörtum. Eins og sjáu, þetta er bara, ég er bara að koma litnum fyrir. Sem skikkingu og það þarf ekkert að vanda sig of, eða þú veist, gera þetta vel. En svo tek ég aftur þennan Round Contour og nota svarta augnskuggann og þá set ég hann hérna svona til þess að dýpka skikkinguna aðeins. Og tek aftur þennan að því að pínu brúnn í honum og svona bara vinna þá saman. Og þennan. Svo dreg ég svarta aðeins inn undir. Bæti aðeins meira í.
Svo að sjálfsögðu tek ég blauturgu til þess að taka það sem hefur hrunið niður og til þess að fínusera aðeins hérna þennan part. Svo setjum ég highlight undir augabrúnina eftir. Svona, ég ætla bara að hafa þetta svona. Áður en ég setja með glimmerið, af því að glimmer er glimmer, ekki eins og duft augnskuggar. Það er grófara, þannig ef við setjum það beint á, þá getum við séð, það mun það pirra okkur að sjá húðina inn á milli, ef þið skiljið hvað við á við. Nema maður bara pakki glimmerinu alveg til þess að ná alveg þekju, en mér finnst betra að hafa bara einn augnskugga undir, pakka svo glimmerinu á. Nema ég ætla bara að nota hérna Shadow Eyes Sand Dunes, hann er svolítið glimmeraður, hann er aðeins glimmeraðari en Champagne Toast, en Champagne Toast má nota líka því að þetta eru bara svona nude kampavíns litaðir augnskuggar og það má nota bara einhvern nude kampavíns litaðan venjulegan augnskugga líka. En ég ætla bara að nota þennan. Þá erum við að koma með smá grunn, þannig að glimmerið, þú veist, þá sést ekki að það vantar glimmer á mikromillimeter. Ég veit það mun pirra mann. Ég sá samt, það er engin reglur, þið munið það, að hérna, það þarf ekki að vera eins litur undir og glimmerið er. Rebecca Einars, make-up artist, ef þið finnið hann á Facebook, hún er algjör snillingur. Hún notaði þetta glimmer yfir fjólubláan augnskugga daginn, það var söjúkt flott. En þá er mitt komið, þetta var allur augnskuginn sem ég ætlaði að nota á augnloki. Svo tek ég Liquid Sugar, sem er best í heimi fyrir glimmer. Set nokkra dropa í lokið, cirka 4. Það þarf ekki eins og svona marga. Jújú. Svo er ég að nota svona bara litla hérna augnskuggabusta minn. Af því að ég finnst best að nota svona flatabusta þegar ég er að setja glimmer á allt augnlokið. Ég dippa í vökvann og svo þurrka ég af. Og þanga til að það er hætt að koma úr honum af því að við viljum ekki hafa rennblautt, það getur verið erfitt að festa glimmer, það getur fæði köggla og svona, það maður það pínu að finna milliveginn. Svo tek ég þetta dásemdar glimmer, sjáu þið það? Ég veit ekkert hvort ég sjáu það. En þetta er bara svo fallegt, ég er bara samt að segja svona fallegt glimmer. Og ég setja bara í bustan og ég ætla að dumpa því bara yfir allt augnlokið. Og bara upp að krísinu. Og af því að þetta er í þessum vökva að verið þá svona á meðan svo að það smitist ekki upp í skygginguna ef þið farið að blikka fullu eða eitthvað. Af því að svo þegar þetta þornar þá smitast þetta ekki neitt. Oh my god. This is so beautiful. Skil ekki af hverju ég er ekki búin að nota glimmer í. Er ykkur sama þó ég noti alltaf glimmer? Af því að það má alveg sleppa því alltaf, en þú veist, ef þið hermið að þá bara sleppið því. Já, svo bá. Hver er maður ekki með glimmer á hverjum degi? Hver læti svona? Svo mér er ekki sama þó einhverju finnist ég alltaf. Svona, svo leiðum við svona, svo þarna. Ég þetta nóg glimmer. Ég ætla að skjóta aðeins meira. Mér langar eiginlega að gera sko nákvæmlega sömu förðun með öðru glimmeri sem að heitir Candy Coin. Það er fallegasta gyllta glimmer sem ég sé. Það er ekki svona alveg jólagull á litinn, heldur aðeins kaldara og fölara gyllt og það er svo beautiful. Og ég er að muna að ég ætlaði að setja eyeliner fyrst. Nei, skiptir ekki máli. Það er aðeins meira mói af því þetta er komið á, en þú veist, whatever. Við erum snillingar, við getum þetta alveg. Nú er glimmer út um allt. Sjá hvað þetta breytti glimmer. Ég ætlaði að setja eyelinerin fyrst af því ég vil hafa svolítið dökkan og þykkan og spís. Og svo hef ég þá sett glimmerið bara á milli hans og sem er ekkert mikið pláss af því að þetta er plássið mitt en augnlokin mín er ekkert svakalega stór. En allavega, ég tek bara eyelinerinn. Ég verð bara með vel af gumsi á hendinni af því að maður þarf kannski aðeins þykkri áferð af því að glimmerið undir. It's a-okay, friends. Já, hvað segið þið? Ljósarð? Ekki? Ég fer aftur í dökkt. Ég bara, sumrin finnst mér ég eiga að vera ljósarð. Ég er búin að vera ljósarð síðustu 2-3 sumur og það endur alltaf með því að mér langar í blátt hár. Svona turkisblótt. Síðasta sumar mér fekk ég mér læmgrænt hár og ég var þannig alveg í 12 klukktíma, mér fannst það ekki alveg máli. En flottur turkislitur
á hári er flottur. Svona. Svo er ég að fá mér meira tattoo. Varalitur, pensill, við alla hína varalitina og penslana, eða penslana og varalitin. Endur bara útlínur, ég á eftir að láta skikja þetta tók 3 tíma og ég hefði ekki getað verið mínútunni lengur held ég, nema að berja greimannin. Þetta er ekki þægilegt. En eins og hann sagði, it's better to look good than feel good. Ég var einhvern tímann beðin að gera vídeo tattoo mín og ég held ég geri það ekki fyrir en að þau eru tilbúin, af því að það er þetta er í vinnslu, þá eftir að gera hér og ég vona að mamma horfi ekki á þetta. Hún heldur alltaf að ég sé hætt. Henni finnst þetta svo ljótt. Og pappa líka. Og fullt af fólki. En eins gott að við höfum lífi okkar ekki eftir því hvað öðrum finnst, krakkar. For Christ's sakes, do what you want. Aldrei taka ákvörðun út frá því hvað öðrum finnst. Það væri ekki skemmtilegt líf. Og við minn góður. Eftir því sem einhver mótmæli með meira, eins og það var einhver sem sá þetta tattoo í gær og bara nei. Ertu búin að fá þig meira? Ég var bara, mér langaði að taka upp tattoo-vél bara og byrja bara á hálsinum á mér. Bara því hún var að mótmæla. Ég æsist svolítið upp við mótmæli. Þá vil ég bara gera meir. Új, þetta var ljótt. Rebel. Full Fat Lass maskarinn, hann er að koma aftur. Ég veit það eru margar að biðja eftir honum af því að hann er búin að uppsöldu svo lengi hjá framleiðanda. Þannig að þá er ég ekki heldur búin að fá hann. Hann er æði. Þetta er uppáhalds líkmaskarinn minn. Svona, svo ætla ég að setja með augnar líka. Og eftir bara. Ég ætla að setja svartan blýant inn í augun. Og sjáu, þetta tekur ekkert langa tíma. Það er við ættum að gera þetta hverjum degi. Svartur blýantur. Your waterline. Og sjáu þið hvað hann er kolbikar svartur. Ég elska hann að blýant. Þetta er slík líka. Og ég veit að slík er ekki mikið, þú veist, á YouTube og á Instagram og svona, af því að þetta er breskt merki og það er ekki búið að fá sömu athygli á amerísku merkin. En ég veit að, þú veist, Pixieboo notar þetta rosalega oft og þessar bresku gælur. Það er bara, þetta er ótrúlega gott merki og Ameríka er alltaf stærri. Það er alltaf leið. Ég veit að þið sem hafi verslað slík eru ánægðir með slík og það er bara, sem ég segi, ég er búin að nota þetta í mörg ár og ég bara love it. Heyrðu, hættum þessu blaðri. Primer. Algjör snilda primer ef þið eru með feita húð og glansið að þá er þetta ótrúlega góður grunnur af því að hann er mattandi. En mér finnst, nú veit ég ekki, kannski kemur einhver make-up artisti eða bara einhver kona brjálið við mig að segja þetta, en mér finnst ekkert virka 100% til þess að losa mann við það að glansa. Þú veist, eins og yfir heilan dag eða eitthvað, þessi bóla, henni var ekki boðið í þetta partí. Allavega, þú veist, maður setur á sig mattandi primer, maður setur á sig matt púður, en ef þú ert að fara í veislu, inn í sal með 100 manns, það er bara þannig loft að þú ferð að glansa og þá er bara gott að vera með tissue og dúmpa bara og vera svo með púður í vasanum, nei, töskunni. Maður fer einhvern veginn bara alltaf að glansa eftir smástund. Það er allavega mín reynsla og ég vil aldrei lofa neinum kúnunum mínum að þeir eigi ekki eftir að glansa. Þó ég geri allt til þess að koma veg fyrir það. Meg Healthy Mix Serum frá Bourjois. Létt og gott. Ég er sko að fara í vinnuna svona. Þess að klippa og lita en það er ekki eins og konarnir mínu veit ekki hvernig ég er. Ég held þessi orðinir allir vanir. Þessar elskur. Þegar ég tek á móti þeim með appelsínugult hár eða fjólublátt hár eða blátt hár eða regnbogahár eða með eða án húðflúra. Þau treysta sér samt í stólinn hjá mér. Svo að ég er ennþá með smá tan frá Tenni, þá er ég að nota Correct and Conceal palettu nr. 3. Ég nota vanalegast nr. 2. En ég er að nota 3 núna því hún er aðeins dekkri. En ég blanda litunum saman. Og gera þetta svona. Svo er ég bara langhrifnis núna því að nota þennan bursta í að dreifa. Og vera ekki með of lítinn bursta. Einu sinni megin. Svo finnst mér alltaf best
að renna aðeins yfir skilin ef þau myndast hérna. Svo sé ekki bara make, heilari make. Blanda þessu öllu saman. Púður, Professional Finishing Powder, glært púður frá Sleek með ljóma. Þetta bara móta mann einhvern veginn upp á nýtt. Ég ætla að taka bara hérna þennan bursta í highlightið. Ég ætla að setja highlightið úr palettunni, úr kontorkittinu hérna undir. Og því að það er fullkomið í það. Nota sama bursta bara til að setja hérna ofan á kinnbeinin. Svo rosa gaman að taka af sig selfies þegar maður er búinn að setja á sig highlight og svona skikka. Maður er svo ógeðslega slim. Tjók, samt ekki. Út af glimmerinu er ég bara með mattan kynnalit. Þetta er Romantic Rose frá Milani. Very beautiful og ég ætla að gera minn fáránlega svip. Kynnalita svip. Nú pínu eins og ég hafi fundið vonda lykt en vil ég vera kurteis. Aðalega til að sjá eplin á kinnunum. Burt sér frá allri lykt. Augnhár, ég ætla að nota Minx 2.0. Búin að nota þau nokkur sinnum. Jú, þau eru allavega wonderful. Þau eru mjög vinsæl. Af því þau eru vist rosalega lík iconic augnhárunum frá House of Lashes sem eru vist, ég meina ef þau eru lík þessum þá bara eru þau mjög flott. Því þessi eru mjög flott. Og ég er búin að klippa þau til, tek þau upp á plokkaranum. Og þessi augnhár eru svona pínu erfiðari en þessi sem að koma á mjóum böndum. En það er ekkert mál. Við bara setjum þau ofan á. Og munið að við erum að líma þetta á augnlokið, sem sagt bara alveg upp við hérna augnhárinn okkar, ekki ofan á augnhárinn. Það er því svo oft spurð hvort að maður rífi ekki af sér sín eigin augnhár. En þegar maður tekur þau af gerviaugnhárinn, en það á ekki að líma á augnhárin sín. Heldur bara alveg upp við á húðina. Oh my lord, they are pretty. Svo er þetta gott að klípa þau saman við sín og ég set alltaf maskara áður en ég set augnhárinn á mig. Þau eru salty pretty. Ég ætla að setja með smá varalit nude cream frá Milani af því að ég vil að glimmerinn njótist þín. Hvað haldið ég ætla að gera? Ég ætla að bæta eins í glimmerið. Mér langar í pínu meira áberandi glimmer af því að það er svo flott. Er það ekki? Þetta er svo miklu betra svona. Já! Hvað segjum þetta? Er þetta ekki gaman? Viljið þið ekki bara vera svona? Viljið þið gera svona? Og sína mér það ef þið gerið. Sérstaklega ef þið eigi eye candy glimmer frá mér. Það var það bara snill. Ég verð að fara að gera meira með glimmer. Þetta er bara miklu skemmtilega. Takk fyrir að horfa, elskurnar. Ég vona að ykkur finnst þetta gaman. Og sjáuð eitthvað sem að ykkur líst vel á. Þið hikkið ekki við að spyrja frekar en áður. Þið megi alls þar hafa samband við mig. Já, Snapchat. Ef þið addi mér á Snapchat þá er það haustfjord.is. Það eru nokkrir búin að adda mér á haustfjord sem er mitt persónlega Snapchat, þar sem ég er bara með vini og fjölskyldu sem er bara svona meira bara almenn vitleysa og heldur en make-up og má engin móðgast og ég addi ykkur ekki þar. En ég sem sagt ef þið addi mér þar þá reyni ég að addi ykkur alltaf strax hinum einn, þannig að það verði engin vitleysa. Ég er Heiðdís Austfjörð á Instagram. Haustfjörd.is er síða mín þar sem ég er að selja þessu vörur.
Haustfjör.is er YouTube channelið mitt. Ég alls þar, ég óþolandi. Hafið samband ef það eitthvað. Takk fyrir að horfa, músi músi.